getur hann tekið hérna program að Getum við þá farið í loftið? Já. Ok. Komið sæl og verið velkomin í spurningaþáttinn Grátur í gráum skýjum. Í dag ætlum við að spurja annars vegar Jón Gabriel
Já, ég heiti Jón Gabriel Martinsson. Og þú gerir hvað? Ég er verkfræðingur. Þú ert verkfræðingur. Yes. Já. Gaman að fá þig í þáttinn. Svo er það Jörður Örvar. Þú gerir hvað? Já, ég er fatahönnuður. Já. En þið eru hérna til þess að svara laufléttum spurningum íslenskar kvikmyndir. Og er ekki bara góð stemming í ykkur? Jú. Vitið þið eitthvað íslenskar kvikmyndir? Já, Nei. pínu. Ég horfði mikið á kvikmyndir þegar ég var yngri. Já. Þannig að verkfræðingur með kvikmynda áhugan dálítið svona í þér í blóðunum. Það er ég. Gott að heyra. Heyrðu, við byrjum bara núna og ég tek fyrstu spurninguna. Hver leikstýrði kvikmyndinni Hross í Oss frá árinu 2013? Árni Gunnarsson. Ekki rétt. Ok. Hafið þið svarið? Já. Baltasar Kormák. Já, Benedikt, hvað heitir hann? Benedikt Erlingsson. og það var rétt. Verkfræðingur Jón Gabriel kom með 1 stig. Við hjólum í næstu spurningu. Í hvaða kvikmynd frá árinu 2000 rannsakar ungi maðurinn Hlynur kynhneigð sína á í flóknu og umdeildu sambandi við kærustu móður sinnar? 101 Reykjavík. Og það var rétt. Sástu spurningar? Nei. Jó, ég minn á það. Ég þarf að klára spurninguna áður en þið ítið á bjölluna. Sorry. Ekki stig. Þriðja spurning. Hvaða leikkona leikur titilhlutverkið í gamanmyndinni Stella í orlofi sem inniheldur margar skemmtilegar og örlítið klúra brandara? Nei, það er Edda Bjarnsdóttir. Það var ekki rétt. Edda vissulega en Edda Björgvinsdóttir. Ég ætla að segja. Fjórða spurning. ekki Hvaða svarið. kvikmynd eftir Baltasar Kormák fjallar íslenskan sjómann sem lifði af ótrúlegt sjóslys og sýnir hrikalegar aðstæður sem hann stendur frammi fyrir, þar á meðal berstrípaða baráttu við náttúruna? Hvað heitir það þér? Hvaða kvikmynd eftir Baltasar Kormák? Djúpin. Það er rétt, það er Djúpið. Þú veist eitthvað að Nei. svindla víst. Hvað ertu að Fimmta gera? Þú veist spurning. það. Hver leikstýrði kvikmyndinni Nói Albinói frá 2003? Baltasar Kormákur. Það er ekki rétt. Ég verð að segja Tíminn er á Árni þrótum. Gunn. Nei, rétt svar er Dagur Kári Pétursson. Sjötta spurning. Hvaða kvikmynd byggð á bók eftir Arnald Indriðason fjallar rannsókn á morði í Reykjavík og opinberar dökk leyndamál, þar á meðal óviðeigandi samband? Leynilöggan. Það er ekki rétt. Þetta er bók eftir Arnald Indriðason. Er það Mýrin? Það er Mýrin. Það vita Þú veist ekki alla spurningar í og þú sérð á eitthvað. Víst. Ég sé ekki svona langt. Þú veist eitthvað að svindla og við farið yfir spurningarna sko. Hvernig fór ég yfir Þú spurningar? veist Já, ekki svona við skulum halda áfram. Við tökum vafa-atriði fyrir og eftir. Já, sjöunda spurningi. Í hvaða kvikmynd frá árinu 1984 hefst svokölluð víkingaþrenna Hrafns Gunnlaugssonar sem inniheldur bæði ofbeldisfullar og rómantískar senur? Í hvaða kvikmynd frá 84 hefst þessi víkingaþrenna Hrafns Gunnlaugssonar? Sodoma Reykjavík. Það er ekki rétt. Er það Týndir strákar? Það er ránt. Rétt svar er Hrafninn flýgur. 8. Hvaða íslenska kvikmynd var tilnefnd til Óskarsverðlauna árið 1991 fyrir bestu erlendu myndina? Og þessi mynd fjallar ást og einmanaleika
eldri borgara. Þetta er mynd frá 1991 og reyndar eina íslenska myndin sem hefur verið tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir bestu erlendu myndina. Stella í orlofi. Nei, það er rátt. Pass. Þetta er myndin eldri myndina. Börn náttúrunnar eftir Friðrik Þór. Já. Í 9. spurning, í hvaða kvikmynd frá árinu 2000 leikur Björk Guðmundsdóttir blinda konu sem nota söng til að flýja erfiðan veruleika sinn? Í hvaða kvikmynd frá árinu 2000 leikur Björk Guðmundsdóttir blinda konu sem nota söng til að flýja erfiðan veruleika sinn? Pass. Ég ætla að segja Stella í orlofi. Það er danserinn í dag. 10. spurning. Hvaða kvikmynd frá 2017 fjallar nágranna erjur sem fara úr böndunum og sýnir spennu og átök á milli persóna þar með leyndamál og framhjáhald? Mynd frá árinu 2017. Það var hryllingsmyndin. Nei, þetta er hann að, finnst ekki þegar þau hittast öll eitthvað vinahópur og skiptum síma, ég man ekki hvað þetta er. Hún fjallar nágranna erjur. Pass. Hafið þið svarið? Nei, Undir trénum. ég veit ekki. 11. spurning. Hvaða leikstjóri er þekktur fyrir kvikmyndirnar 101 Reykjavík, Hafið og Brúðguminn sem innihalda oft bæði dramatísk og húmorísk atriði fjölskyldu og ást? Spurt er leikstjóra. Er það Baltasar Kormák? Ég ítti á undan. Jörundur var ítt á undan, já. Þú fær svarréttin. Er það Baltasar Kormák? Það er Baltasar Kormákur. Bang. 12. spurning. Í hvaða kvikmynd ýttir ekki frá á undan. 2016 er fjallað samband tveggja ungra drengja sem uppgöta kynhneigð sína og þroskast í afskekktu þorpi? Hvað heitir hún? Oh my god, hvað heitir hún? Þetta er kvikmynd frá 2016 fjallar samband tveggja heitir hún? ungra drengja. Oh my god, hvað heitir hún? Ég veit hvað myndið er. Svar óskast. Ég veit þetta ekki. Ég veit hvað þetta mynd... hvað heitir hún? Maður var fyrsta staðin eða? Já, ég skal gefa ykkur tips. Fyrsti stafurinn er H og vísar til líffæris. Þetta er samsett orð og seinni stafurinn er S og vísar til einhvers úr steinaríkinu. Meira fáið ekki. Hvað heitir hún? Hommar í hjartanu. Nei, það var ekki rétt. En Býtu hvað hjarta var í því. Já, ég veit hvað þetta er. Oh my god. Tíminn er liðinn. Svarið er hjartasteinn. Oh! 13. Hvaða kvikmynd eftir Grím Hákonarson fjallar tvo bræður sem eru fjárbændur og eigi erfiðu sambandi með tilvísun í fornar hefðir og karlmennsku? Kvikmynd eftir Grím Hákonarson tvo bræður. Ég ætla að segja pass. Segja pass. Rétt svar er Hrútar. 14. Í hvaða kvikmynd frá árinu 1992 talin eina fyrstu íslensku kvikmyndunum sem inniheldur erótískar senur er fjallað flókið ástarsamband? Mynd frá 1992. Sódóma Reykjavík. Ekki rétt. Er það Stella í orlofi? Ekki rétt. Veggfóður. Erótísk ástarsaga. 15. spurning. Og síðasta. Aðeins athuga tímann, við erum á góðum tíma. Getum við fengið stigin? 1-4 fyrir Jón. Það ætti að vera 1-5. Jörundur er komið með 1 stig og Jón er með 4 stig. Það ætti að vera 5-0. Við náttúrulega vísum Jón úr keppni ef hann er með dólg. Bara kjaftaði. Ég glemdi reyndar að geta þess að það er dregið frá stigum ef menn segja ósatt í beinni útsendingu.
er sagt hér að aðstofnum að bak við að Jón sé ekki verkfræðingur. En við höldum áfram. Ég er alveg hlutlaus, ég tek það fram. Ja, 15. spurning, hvaða kvikmynd leikstýrði Guðný Halldórsdóttir byggð á bók eftir föður sinn Halldór Laxness sem fjallar unga konu sem að leitar ástar og sjálfstæðis. Við vorum að læra þetta í fucking. Það er Guðný Halldórsdóttir sem er leikstýrið þessu. Hvað heitir hún? En það er í raun og veru að vera að spyrja titil bókarinnar. Hvað heitir hún? Eftir Halldór Laxness. Jón? Jörundur. Nei, Jörundur. Þetta er eitthvað Vala eða eitthvað. Hvað heitir hún? Nei, þetta er ekki Salkavalka. Er þetta ekki Salkavalka? Nei. Ég ætla að segja pass. Pass. Rétt svar, Ungfrúin góða og húsið. 16. spurning, hvaða kvikmynd frá árinu 2010 fjallar ungan mann sem er fanginn í vítahring eiturlyfja og afbrota í Reykjavík. Myndin er með hrárri framsetningu á undirheimum borgarinnar. Bergdreymir. Ekki rétt, þetta er kvikmynd frá 2010 og ég bætti við að hún er byggð á bók sem að ber sama heiti. Veit ekki. Þetta myndi Svartur á leik. 18. og þriðja síðasta spurning, hvaða kvikmynd frá 1999 fjallar ungan mann sem glímir við geðröskun og inniheldur áhrifamikla senur sem að sýna innri baráttu hans. Myndin er byggð á bók eftir Einar Má Guðmundsson. Er það Stella í orlofi? Þetta var næstu í Stella í orlofi en nei, það er ekki rétt. Þetta er sérst að byggt á bók eftir Einar Má Guðmundsson. Er þetta Algjör sveppun og leitin að vilja? Nei. Þið hafið ábyggilega að lesa þessa bók, hún heitir Englar alheimsins. Ég hef ekki hert hana. Ekki lesa hana en ég veit hvað hana. Í hvaða, 19. spurning, í hvaða kvikmynd frá 2005 kemur íslenskur fótboltamaður út úr skápnum og tekst á við viðhorf samfélagsins gagnvart samkynhneigð. Mynd frá 2005. Þetta eitthvað íslenskan, er þetta Sönsa eða? Þekki það ekki, en þetta er allavega bíómynd, þetta er allavega ekki heimildamynd. Okay. Hún er frá 2005, fjallar íslenskan fótboltamann sem kemur út úr skápnum og tekst á við viðhorf samfélagsins gagnvart samkynhneigð. Svar óskast. Úr skápnum. Rétt svar er strákarnir. 20. og síðasta spurning, hvaða kvikmynd frá 2016 fjallar lækni sem lendir í hættulegum aðstæðum þegar dóttir hans flækist inn í heim eiturlyfja og glæpa? Sótum að Reykjavík. Ekki rétt. Er það Stella í orlofi? Nei, það er ekki heldur rétt. Þetta er kvikmyndin Eiðurinn. Jæja, þá er þessari spurningakeppni lokið og hvernig líður ykkur? Bara vel, Já. ég vann. Þreyttur. Það er ljóst að Jón Gabriel sigraði þessa keppni. Ég vil fá að fara yfir myndavélarnar og sjá hver ítti á takkan fyrst. Á ég. Með spurningunum hver leikstýrði Bónusspurningar. 101 Reykjavík. Nei, það verður ekki farið yfir myndavélar. Hér er það þáttastjórnandi sem ræður algjörlega. Þannig að við ætlum að gefa ykkur hérna 2 aukaspurningar mannslíkamann. Okay. Þetta er svona bónusspurningar. Já. Fyrsta spurning. Hún fjallar reyndar stærsta líffæri mannsins. Hvaða líffæri er Húð. stærsta? Húðin. Já, ég er að klára spurninguna. Hvaða líffæri er stærsta erógeniska svæði líkamans næmt fyrir snertingu og örvun? Ég var það. Húðin. Það
Það er rétt, húðin. Spurning nummer 2, auka spurning nummer 2 og síðasta spurning. Hversu mörg bein eru í líkama fullorðins manns sem ger okkur kleift að njóta sveigjanleika í hreyfingum? Spurningin er í raun og veru, hversu mörg bein eru í líkama fullorðins manns? 206. Og það er rétt. Viljið þið fleiri auka spurningar líkamann? Já. Þið er greinlega miklu betri í þessu heldur en kvikmyndum. Þriðja spurning. Hvaða vöðvi gegnir mikilvægu hlutverki í kossum og tali? Varir. Það er ekki rétt. Í kossum og tali. Kossum og tali. Það segja kjálkin. Það er tala um vöðva, ekki bein. Vöðva. Kjálkjarvöðv. Tungan. Það er tungan. Æjá, fuck. Fjórða spurning. Þetta er svo auðvelt. Hvaða líffæri slær hraðar þegar við erum örvuð eða ástfangin? Hjarta. Það er rétt. Fimmta spurning. Hvaða hluti heilar stjórnar kynhvöt og ánægju? Vinstri. Það er ekki rétt. Ég ætla að segja hægri. Það er heldur ekki rétt. Þetta heitir undirstúkan. Já. Sjötta spurning. Hvað heitir hormónið sem stuðlar á nánd og tengslamyndun milli einstaklinga? Testosterónar. Ekki rétt. Ég ætla að segja prótín. Nei, það er ekki hormón. Það er oxytocin. Sjöunda spurning. Hvaða efni í blóði flytur súrefni sem er nauðsynlegt fyrir orku í ástríðufullri hreyfingu? Rauð blóðkorn. Nei, ekki rétt. Nú sér spurninga. Hvaða efni í blóðinu flytur súrefni sem er nauðsynlegt fyrir orku í ástríðufullri hreyfingu? Blóðklumpar. Ok, Blóðkorn. nei, ekki rétt. Það er hemoglóbín. Hemoglóbín. Já. Áttunda og síðasta Rétt, aukaspurningin. heldur mikið Hvað heitir stærsta beinið í líkamanum sem styður við hreyfingu og kraft? Hvað heitir stærsta beinið í líkamanum sem styður við hreyfingu og kraft? Ég ætla að segja hryggurinn. Það er Hryggbeinið. rangt. Nei, Það er talað um eitt bein. Og þessi, hvað heitir hann? Í lærinu. Ha? Hann er hérna í lærinu. Þessi hérna. Já, þú verður að segja rétt. Hvað heitir svar. hann? Jakob. Tíminn er á þrótum. Ég ætla að segja femur. Lærleggur var rétt svar. Þú varst mjög nálægt tím. Herri, Það er hann ekki mjög rétt. Hvað er staðan? Þetta er það sama. sagðan femur. Herri, Jón Gabriel, þetta var rétt hjá þér. Eða? Já, þetta er kallað femur líka. Yfirdómari var að benda mér á þetta. Þannig að þú fær rétt fyrir þessa spurningu og þetta var jáfnfæri síðasta spurningin. Kjörir, hvað er svo framöndan hjá okkur í dag þegar þessari skemmtilegu spurningkeppni er lokið? Örugglega að drepa Jón. Já, en hjá þér Jón? Kók og dóp. Ekki verkfræðingin. Jú. Ekki verkfræðin, segja ég. Það svo meina ég. Já. Herru, ég þakka ykkur fyrir komuna. Alltaf gaman að fá skemmtilegt fólk í grátur í gráum skýjum. Ég þakka Júlíusi Gunna, yfirdómara og spurninga semjara og Heiðmari Gunnarsinni útsendingasnjóra og tækniverði. Við látum þessu lokið núna. Sjáumst í næsta þætti af Grátur í gráum skýjum. Takk fyrir mig.